Já, góðan daginn, dömur og herrar. Ég heiti Sigurður. Brynjar. Og Guðmundur. Og hér höfum við lokverkefnið okkar sem varmadælu í Draflastöðum. Verkefnið snerist það að bera saman kostnað við að taka heim hitaveitu annars vegar og að nýta heitt vatn sem kemur úr borhóli til varmadælu á bænum Draflastöðum í Fnjóskadal. Vatnið er 41 gráða þegar það kemur upp úr borhólinni og eru það 3,5 sekúndur. Þetta vatn er nú þegar notað til upphitunar og neyslu til 2 heimila og 3 húsa fyrir ferðaþjónustu í dag. Fermetrafjöldin á öllu húsinu er alls 1220 og dugar þessi vatnshiti ekki til að anna þeirri þörf til upphitunar og neysluvatns. Samkvæmt lauslegum útreikningum fengum við út með því að taka 0,5 sekúndulítra og keyra þá inn á varmadælu ættum við að ná neysluvatni í 60 til 70 gráður. Og líklega þarf að koma upp miðlunartangi til að ná að sinna álagi tengt ferðaþjónustu því ferðamaðurinn er jú breytilegur. Þessi 3 sekúndulítrar sem verða eftir af 41 gráðu heitu vatni mætti svo nýta í gólfhita. Fyrir er gólfhiti í 560 fermetrum af 1220 og er ætlunin að finna út þann kostnað sem fylgir því að breyta því húsnæði sem er með þilofna kyndingu. Búið að reiða miklu kostnaði nú þegar í þessa framkvæmd svo að það ber að draga þann kostnað frá. Orkuþörfin fyrir notkun á húsunum er fyrir 4 hitapotta, 36 sturtur og jafnmargar handlögar og myndi það fara upp í 112 kW. Síðan á eftir að setja gólfhita í 660 fermetra sem áætlað að sé auka 138 kW. Fyrsta holan var borin 1982, þá náðu þeir 38 gráðu heitu vatni sem var nýtt til upphitunar og neyslu. Síðan árið 2004 var farið að bora aftur, náðu þeir þá 41 gráðu heitu vatni upp, en þá kom upp vandamál þegar borað var í seinni holunni vegna þess hversu vatni var súrefnisríkt og byrjaði það að valda tæringu í ofnakerfi en nú er búið að laga það vanda með að setja loftskilji á lögnina. Við komumst að þeirri niðurstöðu að það myndi borga sig að eyða svolítið meiri peningi í varmadælu sem er með CO2 miðli vegna þess hvers hentugt það er að reka hana. Varmadælan samanstendur af dælubúnaði, leiðslum sem mynda lokaða gasvökvakerfi. Í gasvökvakerfinu er svo kallar miðill sem ýmist í gas- eða vökvaformi. Í vinnslu hringrásinni varmadælunar eru 2 varmaskiptar, kallast eimir og eimsvali. Til þess að halda hringrásinni þarf annars vegar þjöpp og hins vegar þensluloka, eins og sést á myndinni hér upp á skjánum. Varmasprautan er neðst til vinstri á myndinni. Með vökvadælinu er varman leiddur að varmaskiptir, eimir, sem hitar vinnslumiðlinn svo að hann gufi upp við lágan þrýsting. Þjappan efst á myndinni þjappar gasinu saman og það hitnar. Seinni varmaskiptarinn eða eimsvalinn losa varman úr háþrýsti vinnslustæðinu og í neyslu og ofnavatn. En við þetta þéttist gasið að nýju, þaðan fer vinnslumiðlinn í gegnum þensluloka þar sem þrýstingur fellur og hringrásin lokast. Við vorum í sambandi við Norðurorku sem gaf upp kostnað á að tengjast hitaveitu og hve mikið það myndi kosta á ári. Tilboðið hljómaði upp á tæpar 8 milljónir og neyslukostnaður myndi vera þá á ári tæpar 2,3 milljónir. En það eru 900 metrar á milli stofnlagnar og inntaks sem útskýrir mest af kostnaði. En endanlegt tilboð kom aldrei frá þeim, því miður. Á meðan startkostnaður á varmadælu yrði það bil 3,5 milljónir og rekstrarkostnaður 500 til 600.000 á ári. Eins og má sjá á súluritinu er bláa súlan hitaveitan og appelsínugula varmadæla og vinstra megin er stofnkostnaður og hægra megin er rekstrarkostnaður á ársgrundvelli. Þar sem nú búið að bora holunar þarna fyrir og að stofn- og rekstrarkostnaður er mun ódýrari en að taka inn hitaveitu, þá teljum við að uppsetning á varmadælu sé vænlegasti kostur. Og þar sem ábúendur á Draflastöðum er að íhuga að setja upp litla virkjun til þess að knýja varmadæluna, þá yrði
þessi orkunýting sjálfbær sem draumur allra. Einhverjar spurningar? Jæja, strákar. Þetta nú bara ágætt hjá okkur. Þið voru ekki með kostnaðar áætlun á varmadælu fyrir allt kerfið. Það er að segja munin á því að setja upp þilofna í 500 fermetrunum, þegar þetta gólfhita í 500 fermetrunum viðbót, eða þá að setja varmadælu inn sem að myndi kynna þá þessa þilofna. Þið hafði ekki tekið það? Við tókum saman kostnaði við það að bæta við gólfhitakostnaði. Það er 7 skall á fermetr. Og minnir að það verður 4 milljónir. 4 milljónir að bæta við í öll húsin En það er aldrei gert einu skrefi Þessi dæla er bara fyrir neysluvatni Já. Það var nefnilega ekki góð að nota þess að 3 lítrar sem verið afgangs úr holunni að gera það inn á Þið hefði ekkert verið að pæla í nota 1,5 lítra þá í þilofna systemum? Nei, það er bara að taka það út. Þegar þið tekið út, það verður farið í þessar framkvæmdir og næsta ára. Verður þetta gert? Þetta verður gert. Það verður þá farið í þessa lausn sem að þið eru með? Já. Mest líka. Já. 70%. Já. Er allir? Er þetta CO2 kerfi, kælikerfi sem að... Já, varmadæla. Varmadælan, já, vinnur á. Umhverfisverk, kælimiðl. Líka kosturinn við það að varmadælinn er alveg saman hvort sem að taka inn kaldara vatn. Þú getur látið 5 gráð heitt vatn inn á hann og fengið 70 gráður út. Neðar hagstæðir er þannig þú ert ekkert endilega að eldast við hitar sem þú hefur upp úr jörðu, mætti þess að kæla niður. Þannig að þú gætir kynnt restin með vatninu fyrst og hita það svo upp í... Já. Það er náttúrulega bara meira orku. Voruð þið með einhverja tölum hvað þið reyna að fáið út úr rafmagnskílóvattinu í varmadælunni? Þú var ekki á, við varum með 140 kílóvatt, það voru 14 kílóvatt sem þú þarft inn á dælu. 140 í kyndingu. Tífaldið orkuna miðið við raforkunni. Það er svo sást þannig að munar svolítið hvort þið borga 2,3 eða 50-600 skall í rafmagnsreikning. Enga fleiri? Getið þið eitthvað útskýrt fyrir okkur af hverju þið veljið R744 en ekki eitthvað annað? Það verður alveg út af hvað hegst þetta rekstrakostnaðurinn að því? Það er dýrari dælur það er frekar nýrri. Vinnslusviðinni er allt öðruvísi heldur en í venjulegum kælimiðinni. Þú ert að vinna á þessum krítiska punkti. Þetta er eiginlega að hafa mynd til að... Já, þið er ekki með annað, ekki skýringamynd. Ekki nema bara í skýrslunni. Í skýrslunni, já. Þá fara mjög nýtalega í Já, þið nefndu það líka áðan að kosturinn við það að á CO2 varmadælu er það að þetta er svona öðruvísi tassaskipti heldur en á venjulegu kæliverðum, þannig að drifkrafturinn hann er delta T yfir dæluna sem verður þá meiri eftir sem að vatnið sem það er kaldara. Ok. Herru, ég er búinn. Það er bara að taka yfir. Já, takk.